stórmeistaramót ljósleiðarans. Ég Tommi og með mér eins og vanalega, það Jósteinn. Geðvikt. Hér ég spenntur. Já, en það ekki. Undanúrslit. Já. Þetta alveg að gerast á það bara á laugardaginn. Já. Það úrslitakvöldið. Við erum gjörsamlega hlaðnir. Bara, Drekkhlaðnir, Ég kemst ekki fyrir á borðinu, sko. Já. Velunargripindi komnir og Já. Þetta er líka búin að haldast í rútínu, þannig að þetta er svona kýtla mann núna, veit mann á hvað er að gerast. Það var gaman laugardaginn. Eins og við sjáum hérna fyrir aftan okkur, þá er Þór Hyper, það er að fara á stað, Þórsararnir væntanlega vel undirbúnir undir, eitt þykki flengingu núna, þannig að við ætlum bara að byrja á byrjun. Þú ætlar að byrja á að taka laktósulausu mjólkina og henda í mig hérna smá. Sko, þetta er reyndar. Þetta er EES. Ég er ekki, já. Ég hef mikið kvartur og svona. Nei, alls ekki. Laktósalaus. Sko, ég nefnilega... Ætlar þú að vera laktósa? Nei, ég fer bara í mína klassi, sko. Ég var að segja, á laugardaginn, Já. hún segir 28.5. Já. Svo segir mjög oft góð lengur. Ég skal fá mér á laugardaginn og sanna það, hún er alveg góð lengur, sko. Það gerist ekkert við hana. Svo skálum við bara. Þú tjökar og ég södra. Það er líka nákvæmlega þannig típur sem við erum. Já, ég klára þetta rætt. Já. En þú vilt svona savor it. Það fær svona mjölkuskegg með þessa, það er gekkja. Ok, 31. Hérna er fullt af dóti á borðinu. Nei, við erum hérna með aðeins meira. Við erum að gefa 2 svona á úrslitakvöldinu bara fyrir þá sem mæta í húsið. Já. Þannig að í rauninni enginn að koma á laugardaginn. Jú, þú löpum heim með nýja skjái. Það er nákvæmlega þannig. 240 Hz. Já. Þú spila með þannig, eða ekki? Sko, ég er enda komin upp í 500. Nei. Jú. En þetta dögur? Þetta er, já, leikurinn er svo illa optimæsaður að það 240 er bara, ef þú ert með meira, ef rönnar meira en 300, þessi 240 bara staple í þessum leik, þá ert að vera með gameskutlu og þá bara 360, það er 360 Hz útgáð þessum líka, þannig að það er með allar típurnar, sko. En að fá gefinn sitt svona. Sturla. Það er geðvikt. Já. Síðan er ég með, maður sjá, heilan kassa hérna, djúvill eru Lenovo að gera vel við okkur. Það er heill kassi af músamóttum með það frá Legion sem eru fyrir framan tölvuna hjá Legion tölvuna hjá Jóa og það er nóg til þar. 900x400, þetta er geðvik móta. Það er svona heilborðs. Þetta er nefnilega eitt sem er mjög skemmtilegt við Lenovo og þið byrjuðu alltaf með þetta Legion svona bara merkið sitt og þetta er bara gamer-dót. Já. Bara sturla. Gamer-deildin og Lenovo. Og já, við erum búin að sjá Gúnhöndi vera að auðlýsa eitthvað hjá Lenovo og bara gengur vel. Ofar. Ofar, já. Þeir brönduðu sig, öðruvísi. Já, síðan er ég með heilan póka hérna frá Elko og það eru sokkar og glerugu og... Svo erum við ekki að Red Bull, þetta segir sér svolítið sjálft, sko. Já. Sponsarnir, þeir virðast vera bara allir að sína lit og með eitthvað, þannig að við verðum með, svo spurning hvort við, eins og við segjum, böðum einhvern veginn mjólk. Já. Það er ennþá option. Skálaði mjólk og það er eitt annað. Arena gefur skinn. CS2 skinn. Aftur, enginn að koma í hús, við vinnum bara. Já. Það er unreal að segja okkur að peppa fólkið þinga, þegar við getum bara verið að... Bara neina, please ekki koma þannig að við förum heim með fríi dóti. Það var ekki ekki. Og það sem meira er, við tveir ásamt einum leyni gesti sem að verður tilkynntur aðeins þegar hann nær dregur... 50 bara eftirleikið það? Já. Í þannig sem við gerum það? Já. Já, eftir útsendingu. En við vitum hver það er. Við vitum hver það er. Og hann veit hver hann er. Hann veit hver hann er. Enginn annar. Hann er að fara að hjálpa okkur ásamt okkur tveim að gefa þetta Red Bull Award Show sem verður eftir þessu útsendingu og það er hvað má ég sjá, lið ásins og MVP ásins, bjartasta vonin, ræflerinn, MVP-in. Mjólkin er eins fyrir sig. Mjólkin er fyrir, mér sagt. Ræfler, þetta er OP, AVP, leyniskittan. Þetta er bara klassik, við erum búin að vera... Vissirðu hvað AVP stendur fyrir? Arctic Warfare Police. Já, þetta, ég var að horfa á okkar ESL-dót, það sem að þau vissið ekki. Það er mjög gaman. Ég get ekki lórið bara, þú veist að byssan heitir Arctic Warfare Modern eða Magnum, hérna í 1.6, það var AFM, þannig ég skildi af hverju AVP, svo er þetta alltaf bara vappi. Og þetta er þannig orð, sko, að þú getur sagt þetta við mjög marga af þessir kynslu og þeir vita hvað, þó þeir hafi spilað, bara að því að spila allir síðan smástund, það veit allir líka hvað vappi er. Já.
Og meira segja, þú veist, margir eru byrjað að skrifa þetta sem OP, OP. Já, og Valorant náttúrulega bara skýrði þið byssuna sína operator til að geta verið með op á móti op, þannig að já, þetta Dirty. er alvöru hérna titill að fá þetta er alvöru titill að vera besti vappi landsins. Já, það eru nokkuð sem komið til greina og Lofur. það var skemmtilegt. Því að hann vann í fyrra Já. og tilnefndur árið áður þar áður, örgulega tilnefndur í ár. Besti Góða vappi líka. landsins alltaf. Bara eiginlega, ábyggilega eitt besti vappi bara Íslands sögunar. Já. Ekki Spike geti komið úr yfirstæðis við þig, en Já, ekki langt frá því. ekki langt frá því. Ég meina, langlífur, mjög langlífur. Alveg rétt. Og ég meina, Biggie Spike hætti að vappa í endan. En þarna, við skulum kíkja bara í leik kvöldsins og byrjum kannski bara á Þórsurum að kíkja eins og line-upi þeirra því að það er helviti skemmtilegt line-up. Rafle, Peter, Blikk, Pandas og Dabbe. Þegar Dabbe kemur inn fyrir Tony sem spilaði seinasta leik en þannig eru Pandas, Blikk og Rafle allir úr landsliðinu, Peter á boðið og Dabbe reyndar ekki þar þannig að þetta er bara stjörnuprýtt lið. Já, við sögum það senast útsendingu að þeir væru meiri sem með besta sjöttamannin, þá þú mútið skipta sjöttamannu þeirra inn á rosturinn, þá væri þeir samt ennþá alltaf, þú veist, þetta stórkostlega lið. Og þeir eru það, þú veist, já, við höfum og munum ósjálfáttu vexlir að þeir eru bara svo geðveikir, ofboðslega sigurstranglegir í dag, þú veist, þannig að við erum mjög að halda frá að sjá þá ekki tapa mappi í íslenskum Counter-Strike í 102 daga. Já. Síðan í febrúar, 13. febrúar. Það er bílun, sko. Og þá töpuðu þeir reyndar fyrir liðin sem við spilum út í hérna, en það var fyrsta mappið, Train, og það var já, það verður fróðlegt að segja, en þeir eru mjög miklu feiguð sín dag og bara eins og ég horfa á seinast útsendingu þegar ég spila, það heyrðist alveg á mér, ég var ánægður með hvernig þeir voru líka að spila, af því að þú veist, án pappír getur búið til alls konar lið sem getur verið flott, svo þeir voru að spila, þeir voru virkilega bara að spila góðan Counter-Strike, sko. Ef við pælum aðeins í, þú veist, að fá Blikk inn í þetta lið, er það ekki bara overload af talent að fá eitt svona inn í lið? Jú, það er það, sko. Þetta er nefnilega, sko, skiptir einhver hvernig einhver hlutverk eru hjá þeim, að þetta eru svo ofboðslega talentstrákar og búnir að vera, þú veist, að vannmetið kvallum þessi svo Peter og Dabbe, núna eru búin að spila lengi óslitið, sko. Peter var alltaf í því og þá bara sýnir hann það að, þú veist, hann er kannski ekki, þú veist, hann dregur í rauninni lið upp fyrir ofust, þeir eru búin að íta núna Dusty af stallinu sínum. Og það þurfti tíma og tók tíma og gera það og fæ til leifis við Rafle og Pandas og þannig að já, þetta er mjög skemmtilegt lið. Bara meiri segja, svo sagðir landslið okkar þrýraðna úr landsliðinu sem spilur leikina mest megnu, svo Peter bóðið og hann alveg gæti, þú veist, þetta gæti alveg verið landslið okkar, sko. Já, 100% og ég meina, þú veist, Tony á bekknum. Já, Tony á bekknum. Já, þú veist, það er bara, í sjálfum sér er bara sturlun, það er eitt besti Counter-spilari sem að Ísland hefur alið af sér bara. Já, alveg rétt. Þá skulum við kíkja á lið Hyper, þeir eru mögulega að fara að falla hér. Við skulum segja allavega að Þórsarar er í 90%. Við getum sagt líka, þú veist, þeir sem við fá hérna fyrir að mæta þennan leik, þeir eru komin í undanúrslita leikinn, þeir eru bara 100% lið sem voru komið mest á óvart, búin að overperformaðu fyrir mótið, þeir eru skoðað og reynda að sýta horfi það sem þeir eru búin að gera fyrir þetta. Þú veist, þeir lendu í 9. eru jafnir í 9. sæti í vormótinu, sem var svipað mót með svona áttalega brakk tveir riðlar og svona. Sem spila svipað. Það reyndar í 9. til 12. og svo lendur í 9. sæti núna í áhugamannadeildunum sem stýrur í fyrstu deildinni sem var í gangi núna, sem var svolítið svona skrítið því það var ekkert verið að spila í rauninni, það var ekkert að spila upp á promotion en þannig, sko. Og svo deild er mjög skrítin, þú veist, þeir eru í 9. sæti með 8 stig og í 4. sæti er 12 stig, þannig að ef þeir vinna 1 eða 2 leiki þá, þú veist, þannig að það rugglast mikið, sko. En bara fyrir móti er þetta sem þeir eru að gera. Og þú veist, við tölum á þannig, ég var í þessu liði til að byrja með og þá gerðum við ekkert nema að tapa leikjum. Og það er það sem í rauninni endar á því, þú veist, að því við bara unnum alltaf möpp, tókum tætt möpp og svo bara gátum við ekki unni leiki. Og það að þeir eru komin hingað tilbaka og byrjaðir að gera það er mjög hrifin af að sína í rauninni svona mental resilience að stikka bara út yfir þetta, skilur, gera eina breytingu sem bara, ég vil það sem þarf þegar þetta er svona langt komið sér okkur að það bara, við þurftum að gera það. Það er mjög gaman að sjá að það var einu sem þurfti. Og þá komum við með þetta lið núna hérna. En það var reynda fróðlegt að í leiknum móti Víe sem þeir spiluðu í seinustu umferð og þú segir kannski uppsettuðu, að þá spilaði Skuggi í staðinn fyrir Ninja Dog og
og án þess að kasta Ninja Dog harklega undir rútuna þá það í rauninni mjög mikil munur þarna á stött sem sérstaklega skoða leikinn að Skuggi var mjög bara heavy hitter bara 90 ADR plus og bara með plus 12 eða 13 við seríuna skiluru Ninja Dog lægst statsaði leikmaðurinn í stórmeistaramótinu þannig að hann spilar reyndar á 60 ping og allt hann skiluru en þannig að það er fróðlegt að sjá hérna line-upi sem með syngið meira hjá þeim en þeir spiluðu seinasta leik og þá virtist þeir svo örlítið uppgritt í firepower hafi hjálpað þeim að stíga yfir törskuldin. Þannig að það verður fróðlegt að sjá eins og við sögum samt. Þetta seinasti roster, 4 af þeim allavega sem vann seinast mapp af Þór. Síðan þá hafa Þór ekki tapað mappi og ég nokkuð sem Þórsarnir vilja bara halda því þannig, þú veist, allavega þá eru þeir búin að vinna öll lið landsins líklegast 2-0 ef þið taka þetta lið. Öll lið sem skipta máli. Öll lið sem eru í þessum topp 16 mótum í rauninni. Hún spila mótum 2 mótum og byrja þessi tapa einu mapp fyrir þeim, síðan þá bara ekki tapa mappi. Hvað heldur að sé svona lykillinn á bak við velgengni þessa roster núna á stórmeistaramótinu? Þór? Nei, hjá Hyper. Hyper, bara, þú veist... Topp 4 lið á Íslandi eftir að hafa verið í smá bara brasi. Já, þeir bara... En þetta var alveg, þú veist, þetta bara ceiling í rauninni og þú sér ceilingin að vinna mapp á móti það var eitt af því sem tók eftir því ég var alltaf að spila þann leik með þeim skilur en ég var í því þar þá tók ég þetta voru að tapa leikjum og þá var bara að hugsa ég alltaf það var óbúslega lágt flór en það var bara mjög hátt ceiling þannig að þetta þarf til bara að íta flórinu upp og með hátt ceiling þá sýndu þeir bara senast fyrir tóku Víegaðin sem eru ofvirkur og hyperactive þeir sem fyrir þann leik voru þessi favorites en mér líka horfðum á móti Aurora og sáum þá bara gjörsamlega baka þá, algjörlega. Þannig að þeir líta bara rosalega vel út. Það bara ekki hægt að segja annað og eiga bara skilið að vera þetta. Þetta alltaf skemmtilegast. Það lið, einhver býtir lið okkur svona, einmitt þetta, fyrirfram öðru sort og þeir líti ekkert það frábælega út en þeir bara stikka, halda áfram grænda og þá færðu eitthvað svona og þá bara, einmitt, undir þessum topp 4 hatti og það bara frábært. Já. Það spurning hvort að við eigum vídeóið tilbúið og sýna það upp á skjá. Það er tilbúið. Inferno bannað af Þór. Já, mjög, því að Hyper geta valið Inf og Þór vilja ekki spila Inf. Dust og meira þetta þeirra sirka allan, Inf alveg mesta permabann, Ancient líka reyndar. Þannig að ég held að þið gæti alveg spilað Ancient. Þeir spila, þeir sér það, þeir eru að sína það hérna að þeir banna Inf, þeir bönnuðs Ancient á móti Dusty. Þannig að þeir eru með greinilega svona hvar þeir treyðist að þeir geti unni lið, þannig að þeir búast örugglega við einmitt Train eða Ancient picki hérna og þeir tilbúin að spila það. Velja Anubis, mjög standard hjá Þór. Anubis var hins vegar unnu Aurora hins vegar unnu Hyper Aurora í Anubis en við Train, þá ættu að fá Nuke sem third. Þór þarf að fá að banna hérna aftur og banna Ancient. Það er nokkuð straightforward hérna. Hyper gætu farið í Dust 2 bæði. Ég er búin að heyra þjóðsögur af því að af hverju Þór hata Ancient. Það er bara út af einum leikmanni og það er herra Peter sem að þolir ekki Ancient. Hyper bannað Dust 2. Ok, það er hérna, já, þetta er svo sem þetta eru 3 bestu möppin hjá Hyper myndi ég halda og ferði við bara hvernig við erum búin að spila og hvað erum að hleypa í gegn þá vilja þeir spila þessi möpp. Þannig að það er plús fyrir þá en Þórsararnir eru bara svo ógeðslega góðir sko. Það þeirra bara sína mér annað heldur en það í dag skilur þú veist. En við tökum, við segjum Hyper að spila á bara S-tier leiknum sinni. Þetta er bara besti leikur sem að þeir gætu spilað og þessi einstaklingar gætu spilað á þessum tímapunkti. Hvar þyrfti Þór að spila til að við myndum fá hérna mjög jafnan splitta möppum, þú veist bara 13-11 overtimes og eitthvað? B- C-leiki sinn. Það var líklegast þannig sem þeir spiluðu á móti okkur þegar við spiluðum á móti þeim þeir fórum með þeim í Train og við spiluðum þeir sögðu bara eftir og þeir streamuðum þannig að við gætum horft á það og þeir voru bara óvanir hvernig við spiluðum það hægt. Það var náttúrulega fyrst þegar Train kom og það var ennþá þegar spónin voru mitt ennþá betri. Þá fóru menn bara út, þú veist. En við vorum búin að læra til dæmis util á móti því. Þannig að við gátum stoppa það og í þá fórum við ekki út, þannig að við letum það bara dömpa utilinu, tókum við svona smá seint og þá voru þeir kannski ekki búin að halda nóg mikið stöffi og þannig. Þannig að þú veist, það var, en þá held ég að bara verið, þú veist, sér þannig að það er senasta mappi sem töpur lungu sinni, það hefur svona kannski verið bara wake up call líka fyrir það bara, við þurfum að passa okkur samt að, þú veist, ef við erum mjög laxadaisical,
þá erum við að fara að tapa með mútið liðin sem að þeir telja pottet mun lakari. Það hæpileg fyrir þeim dag það voru þeir í 9. sæti í einhverju öðru móti sko. Og það fyrir eins og lið eins og Þóra, það þú veist í rauninni bara eitt lið sem mögulega þeim finnast að eiga að vera challenger sig. Það næst besta lið. Hinn liðin bera þeir þannig sem enga virðingu fyrir getulega séð. Eðlilega bara það góðir, og það attitúd sem þú verður að hafa. Já, annað sem mér langar svona að spyrja örlítið út í og náttúrulega mappúlið skemmtilegt, við erum að fara í Anubis train og nú örlítið verið að flippa þessu upp. Við erum að fara... Þetta orðið íslenska mappúlið. Train búin að íta sig þannig inn að þá þetta bara orðið Anubis, Núk, þau voru þarna og svo train orðið bara að hitta því það eru mjög mikið íslensku liðum sem eru til að train. Ég er hrifinn af þeim. Það var skemmtilegt á mig og líka bara gullfallegt. Það skemmtilegt, þetta lítur vel út. Já, við fílum þetta svona dökka andrúmsloftið sem var í Sovjetríkjunum. Já, ekki að train líka, já. Var að taka ílóstigið á hann bara rétt fyrir útsendingu. Já, þú ert mjög glaður og labbaðir hérna inn alveg. Fátt betra fyrir það, við taka bara nokkur ílóstig niður. Já. Eitt sem ég langar samt að spyrja út í, svona, þú veist, Anubis, við vorum að sjá Þóra móti Dustin núna bara í senustu viku, þeir litu frábærlega út og þá sérstaklega tölum við þessa hluti sem þeir gera inn í rándinu. Þeir eru bara mjög djúpir, þú veist, leikurinn, Counter-Strike er orðinn þannig að þú getur mjög auðveldlega fara inn á YouTube, fundi bara allt stöf sem er og lært alls konar litla plays og þannig, en svo þarftu að púsla þeim saman með liðinu þínu. Það kemur út frá í rauninni endurtekningum, þannig að þú veist, Þórsararnir vita, og það er eitt sem að við talaðum Þóru svolítið nýlega, sem heyrði svona fólk maður heyrði þetta á TS að fólk var svona næstu að tala niður til sem ég ást ömulegt, að þannig að þú veist að þeir voru að segja að þeir eru alltaf inn að fara að spila, þeir spila gett mikið. Þú veist, það er ástæðan fyrir þeim betur og það sem alltaf gera besta lið landsins er liðið sem að spilar mest, þú veist, af góðu liðunum. Þú veist, þetta var það sem að Hafið gerði á tíma. Þeir voru besta lið landsins, það bara eina sem þeir höfðu að þeir spiluðu bara meira og bara spiluðu alltaf og þá bara drillast þessi hlutir hægt og rólega, þú bara gerir þetta einu sinni, finnpúsar þetta, auðvitað, eins og ég talaði um áður, þú best að gera þetta og fer hann á server og bara ákveður hvernig reaktið við öllu, en þú veist, þeir eru allan búin að gera þetta, þeir eru búin að lenda í þessu ofta en þeir eru að gera hlutina, þú veist, mjög professional og þessi sagt áður að þú veist, Rafli og Pandas hafa spilað á það háu leveli, þetta ESA main level er bara mjög fínt fyrir einmitt, því þar spilar á móti gæðin sem kunna fullt af svona, þannig að þurfti að kunna fullt af svona hlutum og alls konar plays kring það, þannig það var mjög áhugavert að þeir voru virtust mjög djúpir fannst mér á bara eins og Util og svona og ég var, Núk hentu alls konar típum og smókum og mér varst gaman að sjá það líka því þá ertu komið með þetta, þú veist, einmitt super talented lið en þeir eru samt sem áður ekkert að bara fara á því að þú veist Gæti kamera verið lengra frá Pandas? Ég sendi einmitt á Pandas á Facebook í dag hvaða kamera hann vilja kúka upp í dag, sko. Hann sagði þetta alltaf, hann hélt að hann ætlaði að líma hann í lofti, sagði hann, sko, en svo þetta verið svo langt í burtu, þannig að allavega, hér komum við, það er inn á A-slætið með Þór, þeir byrja að terma inn og bomban ætti að fara þetta niður. Þór að ná mjög góður í fastegn hérna á miðjunni og alveg konur upp í þristinn, Blik sér þarna allavega 2 leikmenn rótita frá Faró, Peter gæti náði eirað á allavega einum, ef ekki 2 þarna. En í gegnum þristinn koma þeir og þeir eru bara algjörlega samlokaðir og ekki mikið sem þeir geta gert hér. 1 kill. Kýróprakturinn okkar, hann sjáðu outfiti sem hann er í. Já. Þetta er alveg, sko, hann hefur sagt mér frá þessu báðu, sko, hann vill vera í peysu. Já. Og ég bara eiginlega, það sem hann er að gera er ótrúlega, hann er eiginlega bara að klæða sig eins og ég myndi einmitt akkurat sjálf við vera. Og það er ykkur svona þungu, eða svona stóru þannig séð, stóru yfir því, þannig ég er alltaf í hettupeysu, en svo er það þungt yfir ermandar, svo er hann með ermar á báðum, Temu svona gaming ermar. Þannig hann er í alvöru bara svona Counter-Strike outfiti. Ég fíla þetta. Já, Gummi Kíróin okkar, Counter-Strike Gummi Kíró, hann er með Counter-Strike outfit. Já, þetta er geitin í kýróprakturinn. Það eru þeir í stakkinu hérna, mæta stakkinu, það eru mjög margir. Já. Blik er með þetta upp á 10,5, nær meira að segja hverfa frá þessu. Já. Og eina sem þið græða úr þessu er Makka. Já. Flott play að Þórsararnir senda bara mökkuna inn, hún spottar hann að fyrsta kíl og svo klárar að treyta með Blik, já, eins og þú sagðir, frábælega gert því hann droppa bara, þú veist, hann er ekkert aggro þarna og það er svo sem ekkert frábært merki fyrir Hyper, auðvitað er þetta mjög snemm í leiknum, en ef að Þórsararnir halda fótinum á bensíngjöfinni, þú veist, missa það ekki að því þeir munu líklegast ná að stríka fullt af rándum í einhverju mappinu hérna saman, þetta er spurning hvernig Hyper ná að stanna það og koma sér inn í leikina, en Þórsararnir byrja hérna strax mjög, þú veist, þá deyr einn í pistól og hérna labba í stakki og ná í rauninni náður einn AK, en spurning hvort Peter getur ekki leitað út, þannig að það lítið í líf, þannig að þeir fá að halda henni með AK.
Eitt sem minnst rosalega áhugavert við spilastíðin hjá Blikk núna eftir að hafa verið í NXT projektinu og aðeins svona eldri og farin aðeins meira að fínpússa leikinn sinn, þetta er concentrated aggression. Hann er tilbúin að bakka ef hann þarf þess, hann er ekki tilbúin að deyja fyrir ekki neitt. Hann ætla bara að læra á leikinn. Þetta er eina sem hún getur gert með 10 tímar. Hann er lendi í fleiri ástæðum sem þetta hefur komið honum í koll einmitt. Hann fór í einhvers staðar sem hann fekk coach sem hefur pottþétt sagt honum bara leið og hann gerði mistökin bara hei, þú gerir þetta ekki svona. Það er þannig sem þetta þarf náttúrulega að vera. Þú veist, menn þurfa að geta heyrt það og tekið það inn. En það er rétt, ég er alveg sammála þér eftir að hann var í þessu stutta NXT að maður sér bara svona einhvern veginn smá skrif upp hjá honum sem er mjög ókvæðilegt að hann hafi tekið skrif upp á því. Já. Hyper kaupa hérna. Og komni með Akaun Drúli og Kiro með 4K hérna samanlagt en það er Kiroinn með 3K. Það er gaming, alvöru gaming outfitið sem er að skila sér hér. Þarna ætluðu Þór bara, ég sé þetta rosalega oft hjá liðum sem er að taka bónusrónda sitt, það sem þeir voru ekki 100% hvort það myndi kaupa, líklega samt. Já. Þá er þetta, við ætlum að reka á því kaf strax. Já. Þetta er alveg rétt að en sko, eiginlega myndi ég sem segja, ef þú heldur að þeir séu þetta 4-4 kaup, þá myndir þú frekar sérstaklega þessu tórsandi þannig, þeir eru að lifa rosalega margir. Þeir eiga að dreina stöffi bara þarna. Já. Það tekur þá svo stuttan tíma því að Hyper eigi ekki mikið stöff. Já. Þannig að þeir þurfa svona 1 mínútu til þess að dreina stöffið, þeir eiga miklu meira stöff og þetta mapp sérstaklega fyrir það. En maður skilur alveg, ef þú taka hraðaplayð, ef það gengur þarna þá er það komið 3-0, Hyper er aftur spar, þeir geta ekki annað hraðplay, þú veist, og snowballað algjörlega. Og það líka bara fyrir andan í liðinu. Sjáðu þið middið hérna. Þetta er rosalega opið. Þeir eru að hitta á rétta tímasningu hérna. Ninja Dog kíkir sér. Grena. Geggjur grensla. 41. Þetta er rosalegt og follow-up kemur. Og Sukk nær smóknum niður. Þeir fann eins verið gegn. Var það ná fara. Sukk var að fá kill þarna. Retake kemur, þetta eru hins vegar þeir retake af 3 stóru hittir ánum hjá Hyper og algjörlega eins og við töluðum senast Snowy og Kiro eru win conditionu þeirra og gaman að segja það ég skoðaði mitt leikinn í dag hérna sem við unnum að þá einmitt voru þeir bara top of the scoreboard, algjörlega win conditionu sem við þurftum. Snowy hásbreytt frá því að krækja þér aflið þarna en Kiro nær killinu. Og Bílum við, Dabbe, 1 eftir á móti 2, Kiro, Lár, það er kitt á báðum, aggressífur Dabbe með 2K þarna og þetta var nákvæmlega það sem að skrifa í skíin. Þarna hefði eins erfitt að tala þarna þar sem hefði þetta að gera þannig að Hyper, Kiro þarf að fara undan af því að þá drjólega meira þannig að sprayið hjá Dabba þarna drepur ekki, hann hittir bara einnig svona stray kúlu í Kiro. Já. Þú veist, Kiro fær ekki sjensinir á að taka fætinn, sko. Og vilt eða frekar hann lofa upp í gangkiki, því að meiri segja að Kiro er on it, þá hittir hann kannski dingar hann eða eitthvað svoleiðis. Hinn getur þá píkað, en auðvitað þannig þessari aðstöðu på hommanum fyrir að tikkar að þeir eru, þú veist, þetta er ógeðslega erfitt, en þetta er bara þannig til að spotta þarna, yfirleitt sendur þú low HP gæjan í fyrsta pík sem þú getur. En þeir reyndar einu sinni vissu ekki hvar Dabbi var, sko. Snowy með vappan í e-box, hann spilar þetta mjög mikið þegar þess að fara í mitt. Nei, það er 3K á ungstyrnið. Alvöru opnun hjá Brimi hérna. Þetta var bara sláturinn frá miðju yfir á A. Með mökkuna. Já. Og við finnst þetta gaman. Já, hann brost út af eyrum. Já, sko, Snowy heldur vappanum, reynir það náttúrulega. Og þeir eru ávæntanlega lúsbónus, þeir komast bara upp í 2 vinna svo 1 round strax, þeir eru á svona 2-9 þannig að þeir eru fara inn í spar hérna í næsta rándi, myndi ég halda sérst í kringum þetta. Byrjar að hönda samt. Smúkur fyrir það niður og þarna er Peter búinn að finna Snowy vappin, liggur í valnum, hann er búinn að alveg þröngva öllu þarna utanum Dróla sem situr á M4-unum sínum í stiganum á Cityspóni. Haldast ennþá á mökkunni og þetta er bara hann. Þetta er erfitt. Já, árum við hérna korni alveg. Já, næra skipta í góða. Já, næra skipta í góða. Þannig að 2-4. Svo sem bara eitt spar hérna sem að Hyper þurfa að taka 1 spar öðru ágætis lúsbúrn þannig að þeir fara í full gun undir næsta rándi. Þannig að stórt það er spurning hvernig þetta hérna ránd verður svo pikkaði raflega vappan upp. Er þetta vappin? Ég þekki það að skilja, er þetta ekki redline? Jú, þetta er vappinu sverka. Þannig að hann pikkaði vappan. Raflegins var ennþá á mökkunni. Pandas á mökkunni. Pandas, sorry. Já, Pandas sem er vappan hans nú í mollin, feilaði hurð.
Pantas kominn. Vá, þeir eru konum við bjösandi. Þeir eru bombarinn á leiðin í lobbyinu og þetta bara fritt sæt. En hins vegar 7 sem Rafli að fá pushið í sig. Það spreyta hann á 2, sá annan fyrir utan AR, 2 í tengi og 1 í miðju og þarna lokast þetta 5-1. 5-1. Þórsararnir byrja ógsterkt en við höfum nú talað það, þetta er Termap, New Tersetted. Hyper pikkar CT, þetta pikki á Þór, þannig að Hyper pikkar CT sem svo sem eðlilegt og yfirleitt pikkar CT því að það auðvöldra þröngva leiki í Ter, það auðvöldra comeback í Ter. Eitt sem ég sá í svona Þórsara line-upinu sem öðruvísi í ár heldur en fyrri ár, T-setið hjá þeim var alltaf rosalega sterkt. CT-setið, það vantaði eitthvað örlítið upp og með tilkomu Rafli og Pandas með þessi litlu play inn í rándinu, þá eru þeir skeri. Þetta samt líka, kemur mikið með bara, eins og ég sagði hann, endurtekningunni að bætir CT-ið það. Pandas með opnum blikka svar og þetta strax að fara til fjandans. Já, og hann einn að molla sjálf hans út, hann þess að dingi en Sukk komin út, en Sukk að molla stein, blikk. Hvað að gerast hér? Þeir eru allir on point og þeir eru að fara hratt á Hyper og þeir koma engum vörnum við. Nei. Það eitt sem að mun automatík gerast ef að Þórsararnir mitt komast, þeir get ekki tekið hraðan niður, af því að þeir eru komið komfort að senda í opnanir, ef að opnanirna virka, þá áttu náttúrulega að spóla eftir þeim, þannig að leikurinn mun vera hraður ef að Þórsararnir fá að halda þessu áfram, þeir munu vera að senda eins og Pandas fer inn í þessi place. Já, það sjálfur sér bara rosalega skeri að ná að opna rándið svona einfallega með mökkunni. Blikk vel gert að nýta þetta okkur innan að fæt, ég held að Blikk myndi gjörsamlega maffan. Já, bara síðast. Hann hefur verið að skrolla TikTok. Líklegast. En heldur þetta AK-num inn í næsta ránd, enginn kominn nálægt honum. Þetta er auka skotkraftur í næsta ránd. En þeir eiga ekki pening til að kaupa þarna. Gætu droppað einhverju en ég veit ekki hvort það sé góð ákvörðun. Nei, þeir vilja fara, eða 6. Þetta er ennþá alveg í lagi, ég hef sagt það. 3 ránd nóg, eða þessi 3 ránd minimum, 4 fínt og 5 bara mjög fínt í SG City, bara svona horfandi á mappið, sama hvað, auðvitað peningur í sitt málusin en þannig að þeir geta, hleypt Þórsunni hérna í 7, takir bara spara sitt, þá þeir full kaup, svo geta þeir byrja að vinna sig inn í þetta aftur, þeir þurfa hvort þeir að gera, Þórsunni eða mikið peninga, þeir þurfa að vinna fullt af gunrándum, þannig að þeir vilja frekar taka gunránd, þeir ekki fara að brjóta þá, það engin tilgangur að forsa hérna, þó þú vilji ránd, það samt bara 6-1, það ekki 9-1. P90 á Pandas og hérna að fara að rössa A með P90. Já. Ég eiginlega þokkalega handviss það. Nú allir þangað. Gæti minnst að farið stuttuleiðina, hoppaði vatninu en hann lætur vita að þeir örlítið fyrr. Nei, hann ætlar að fara til minna. Þetta er líklega samt hratt að Pítur bara einn í middinu. Pítur að henda. Það bara einn að taka mótið. Hann í heaven og það AK-in samt sem áður. P90 fellur Blikk í rífrakinu, finnur það og þá frítt A-side. Pítur heyrir í þessu öllu, hugsa sér gott til glóðarinnar. En nær bara einum áður en hann takkaði niður og fellur fyrir grensu. Þetta AK sem að Sukk getur pikkað upp og geimt fram í næsta ránd. Já, fróðlegt. Þess horfði hann á ratar alltaf rándið. Pítur fór í middið og hendi smók sem lendi bara það sem Blikk stóð eiginlega. Hann lendir hérna aðeins framan við CT-megin í mappinu, og ég sá að þeir notuðu þetta áðan í hérna öðru rándinu sínu. Það var, eða jafnvel í pistol, það var Pítur í hurðinni, CT-arnir voru allir komin í rótek hérna í þristinn og hann var með smókinn sem hann spilaði utan. Þannig að þetta hluti líklegast af A-dótinu þeirra, Pítur fyrir mitt til að klippa rotate, mjög eðlilegt þegar þú tekur eitthvað svona A-play, það einhver sem að klippa rotate og hann samt að henda utili sem greinilega svona. Þetta mjög öðruvísi, þannig að þá þetta líklegast eitthvað sem að fundið á alvöru nördasíðu og hérna búin að svona pæla þess hvernig noti í kringan. Það er gaman til að sjá, það var mjög aldrei sinnið hendur smók, það kannski ástæðan. Mér þess að henda þessu smók og lefa Pítur alvöru bara smókkrimma að nota hann, sko. Já, algjörlega, nú fróðilegt að sjá hvað þetta sé, við tekið eftir þessu í framtíðinni, spila Núbis aftur meira, hvað þetta svona, lendir hann hann lendir svona eiginlega í hurðinni vinstra megin til hann geti notað hann læklegast frá hurðinni eða hinum megin, báðu megin. Það er því hann sjá yfir hann jafnvel eða eitthvað svoleiðis. En það kaup mútið kaupi, Snúi komin á vappa aftur. Sjá, hann að henda honum aftur, þannig að við gætum
ef þú horfir á minimappið og sér eitthvað smókin að lenda, þetta bara set play hjá þeim hérna á aðeins, þetta mjög fróðlegt að sjá Það sko með opnun á P90, Blikk gæti fyllt hann stendur í mollanum og Blikk nær Ninja Dog, A-sætið aftur fallið og Peter, hann ætlar að nýta smókin sem við varst að tala Peter komið fyrst, hann spreyjar hinn í gegnum Snowy. Já, hann nær einum tilbaka en fellur svo 2-1 en Kiro á lífi. Geðveikt. Á núna þurfum við, opsarnir eru undrungar, þeir heyra það samt, en ekki tala bakstöðu, ég sagt það, Peter, spekka Peter í byrjun ráns, við sjá hann fer hann í átt á middinu, stoppar hérna, hendur smók við viljandi og þeir fara í átt að A-inu, þetta er lítið eftir að tala en þetta virkaði nákvæmlega eins og ég talaði og það er rétt hjá þér. Það meikar mjög mikið sens að hérna setja við svona Peter í svona play, þannig að Og hann hefur yfirleitt verið leikmaður sem að halda þessu rótið í miðinni, Anubis. Já, hann þetta er náttúrulega bara besta sem þú getur gefið honum, skilur eitthvað svona að leyfa honum að vera þannig séð á eigin spýtum, hann er samt eins og 2 gæjar, sko. Já. Það er nefnilega málið, sko. Magnaður leikmaður. 8-1, Hyper, peningurinn. Núna Þeir kaupa hérna ertu komin í það, af því að þú þarft þessu, þú vilt fá 3 rándin. Það er bara 1 ránd í bufferi núna kaupir það, þú ert líka full lúsbónus, ef þú deyr strax þá getur haldið, þú getur, eitthvað, skilurðu, það er alveg hægt, þannig hérna kaupir það. Pandas komið P90 aftur og já, það er bara spurning hvert í ósköpunum allar hann að fara núna, er það bíð, er það tengi, hann er að horfa að A-inu. Já. Er það horfa sem þetta er sitt hvora áttin en splittar sem getur verið að fara að feika hérna, nei, Peter verið að fara hinum einn þá líklegast, þeir getur að feika Pandas bara rössi á og þeir fara í eitthvað svona smá kontakt hinum einn. Já, Rafli handi. Þeir eru allavega búin að conditiona A-ið, skal ég segja, þeir eru búin að fara A-ið hérna, mikið. 3 sem fara í áttina að miðjunni. Já, Hyper er Gefa A-ið. Já, þetta er P90 pústar, já. Geggju grensa, geggja Blikk þarna! En Rafli með 1 tilbaka. Róli með 1, 4 og 2. VSN hér á Þórsbæ en Dabbe finnur hérna sökk tilbaka. Já, hérna verðast Þórsarnir vera leys. Þetta var risa kill hjá Ninja Dog. Bomban liggur innan við. Dabbe hleypur í hann. Dabbe fullt af tíma hérna. Og Ninja Dog hleypur í bóksin, mjög fínt pathing á Ninja Dog hérna, vissu af Dabbandi fyrir utan hann hleypur, hann er að hlaupa til að koma sér nær, þeir eru búin að smóka lobbyið, Ninja Dog á jútil, hann getur líka smóka þannig að þeir geta smókað þetta niður, hendur hann svolítið snemma, Dabbi þarf ekki að gera neitt, það er 40 sekúndur eftir að rándinu þegar smókarnir eru búnir, en Dabbi getur beðið, látið þá svitna, þeir getur haldið að hann fara eitthvert. Ég meina það er 1 kominn á CT, það er annar í E-box, hann á smoke, hann á molla, hann á flash. Já, þeir eru svolítið, þeir eru svolítið svona. Þeir eru full panik núna, Drjóli komin á CT-spónið að klíra bakið þeirra en þeir gætu ennþá gruna. Já, tímasendingin verið samt vinna með, mann næra að klíra þeir unni en þeir eru mjög aftarlega, Ninja Dog var að klíra og Dabbi hefur séðan. Já. Það er að spreyja þarna örlítið en vappin er eftir skotið dynur en Drjóli nær honum hérna þegar að smá panikat eftir vappaskotið á Dabba. Akkurat, Hyper tók rándana en þá peningurinn mjög flókinn, afturtæðingur MP9 MP9 virkaði þarna, hún pússaði mitt og greip einn algjörlega með buxurnar á hælunum og það opnaði rauninni fyrir það líka að hérna Raflet og einmitt Snowy með frábært skot. Snowy með skoti sem vinnur þarna rándið, ef hann drepur ekki hann íbókskæja þá er þetta líklega þá var einn eftir á B og þeir eru 2 en það er middin. Þannig að Killi og Snowy þó það sé bara 1 kill, það er risastórt, það stoppar rauninni skilju vappan eftir, þannig að þeir ná ekki þessu map-kontróli. Og já, Rafli átti þarna 1 frag sem hann hefði getað náði í til að jafna þetta aðeins og gera þetta þægilega í 2-2. Já, Hyper hins vegar smíða hérna í rauninni bara mjög fínt. Ég held að þetta myndi vera verra kaup. Ég held að þetta myndi vera meiri vandræði með þeir ná að droppa hérna, heldur greinlega nóg mikið að stöffi á, einmitt Ninja Dog var með fullestað belti fyrir utan smókin sem hann hendi þarna. Væntanlega í pásu. Já. Ég myndi halda að vera Hyper hérna aftur bæði vei. Já, Hyper tóku tactical timeout. Okay. Við erum svona að ræða sín á milli, alltaf nýta þetta náttúrulega. Sukk með spónið hérna með MP9-una. Gæti alveg trúið að hann fari út að main og býta nú við. Bjarki, Snowy, jú, þetta þekkjum við. Smókin lendir hérna og þeir bústa mannstu. Alobí. Þeir eru með hann svona, nei þetta er smók 5, ok. Já þá fyrir Sukk út. Þeir eru að smóka 5, Sukk fyrir út með MP9-una hérna. Þeir eins og var molluð það, þannig þeir eru stoppaðir og þó með Þórsararnir eru að henda lurksmókin í Alobí. Glæslegt. Sukk komin eins og það er út og Sukk finnur Rafli. Þetta er dýrt, Pandas þarf að halda bakinu þarna. Nær frakkinu en
Ninja Dog getur verið alveg handviss það, hann er enginn í vatni. Ok, sko, Kíró nær að flanka B, þar enginn nýjan Peter, þeir skiptum stað í smóknum og Peter grætti á þessu. Meðan hvað að gerast hérna, þá í rauninni Hyper, Kíró að mjög skrýttum stað þegar þeir enda B. En Kíró fer líklegast í gegnum lobbyið. Hann verður ekki í lobbyinu. Þeir getur gripið hann úr e-boxinu. Já! Gera það, vappaskotið, viffar og núna Snowy í vesinni. Það einn ennþá í Apex sem að lifir. Dabbin einum, Snowy svarar. En það Dabbi sem að nær að koma þessi 1-1, Ninja Dog á CT akkurat núna. Dabbi leitar, sér hvort hann get ekki fundið Ninja Dog hér. Pikkar upp bombuna, sér Ninja Dog, glæsilegt skot þarna og það 9-2 fyrir Þór. Þetta var entry-fraggerinn Dabbi þarna, þeir þekkjast, Ninja Dog og Dabbi, þeir voru svona stakk hérna grændarar. Já, Dabbi grændaði stakkin og Ninja Dog á stakkin. Hann er stofnandi honum, hann var hæmið mikið þar, þannig að þeir spila með þeim og þeir eru með svona þekkjast hannig sko. Þannig held ég að Dabbi hefur þarna, vitað ég er betri eimer, hljóp allan tíman, beðið til fætin og svo líka bara tók hann fætin og gjörsamlega jarðaðan í rauninni. Þetta var mjög snirtilega gert, fallegt spraykontróluna, mjög vel gert að Dabba. 9-2, peningurinn hjá Hyper erfiður. En aftur á móti, þegar þau gengi betur í svona rándum hjá þeim, það sem eru bara með Sukka á MP9-unni, hann er helvítið naskur þar sko. Hann spilar mjög tilbúin að taka hana. Þannig að þá fullt af playum í kringu, kallarlega alltaf eitthvað í kringu sig og hann er búinn að taka hann í sinns 201 killi sitt hvort rándinu sem bróðparturinn af fröggunum hans hafa komið í þessum aggressíu rándum. Hárrétt. Þannig að það er líka bara playið, þú ert að koma sökinn í leikinn. Sjáum minna, Dabbi kemur inn í line-upið með 12-3, engin. Það er ekkert verið að tvínóna við það. Gleymist ofta að Dabbi búinn að Dabbi búinn að vera frábær síðan bara hérna í vormóti, hann er bara ógeðslega góður í úrslitaleik vormótsins og já, Dabbi mitt bara algjörlega búinn að vera frábær og hérna líklegast bara elevate að spila með svona ofboðslega góðum spilurum og þú þannig þarft bara virkilega að vera á top yfir game alltaf. Það er eitt af því sem að líka verið með svona 6 manna góðan kjarn er að allir eru að vilja allir spila, vilja allir hérna grænda á þannig að þá er samkeppni líka í liðinu. Áhugaverð vegferð hans upp á toppinn. Kryfjum hana kannski eftir leik. En hérna ætlaði að koma Þeir labbi stakki Blikk flassaður. Þeir eiga alobið. Vita af þeir Kíró ætlar að taka fætin hérna. Nær bara einum. Já, Kíró tekur fætin. Kíró er mjög svona hérna líka, tekur. Þessi smókur er glataður. Peter, hann bara grunar ekki að Sukk gæti verið svona aggressífur inn í smóknum. Sukk gæti farið aftur hinn að leina og Peter er að spila smóki líka. Peter undirhanda smók. Sukk, já, Peter. Trúli. Skiptir ekki þótt smóki sem góður eða lélegur. Peter þarf núna að vinna með súluna. Grensan hefði getið verið góð en hérna náður að molla. Peter reynir að finna skot, eitt single en Snowy með góða vappalínu krækir í þriðja rándi og þetta er nákvæmlega sem að þú vilt sem Hypermaður. Já, þeir eru búin að redda hálfleiknum. Algjörlega, þeir eru búin að redda hálfleiknum og vinna þarna 3 ránd, reddaði fyrir hotn, en þá er alltaf hérna ofbóðslega mikilvægt. Vinna pistol, vinna conversioni, koma strax inn í leikinn. Ef að Þór vinna ránd hérna í fyrstu 4-5 rándunum, þá held ég að þeir muni alltaf loka leiknum, bara einhvern veginn svona það lítið sem þeir þurfa, en Hyper komast í 5-6-0 í terr, þá myndi ég alveg geta farið hérna, þá myndi ég alveg fara að svitna. Það eru Þórsarinn alltaf komin undir basically, þá er 10-9 fyrir Hyper, þeir vinna 7 hérna, en það er fróðlegt að sjá hvernig það spilast. Þurfa stórt pistolránd hér. Handast með Grenu og Molla og það sem að Hyper gera hérna er að þeir eru með smók. Já, P250 leitar mitt. Hvað er að gerast? Rándið, þetta er 14-4 á Dabbi og 2 liggi í valnum. Hvernig kemst hann upp með þetta? Og síðan kemur bara Peter valsand út lobbyið, tekur einn loksinn, kemur frakkið tilbaka. Báðir no armor utilarnir eftir. Það skiptir svo mikið á móti Öspunum að því Öspunum er heddi við leitt sko. Vannmetið að hérna í terrinu armorinn í pistol. Rosalegt. Hann er ekkert endilega, menn með á hausinn, þannig að þú getur yfirleitt. Þú alveg segja að þú getur svindla á honum. En það tek ég alltaf stöff í pistol. Já, þú ert ingemlítið líka. Ég er alltaf með armor. Blikk.
klýrar hérna út vatnið, engan að finna þar. Hérna kemur smókurinn fyrir CT. Pandas ætlar að koma sér í góða stöðu, grípur þetta flass en í góðri stöðu til að koma og svara. En það Dabbe með þriðja fraggið sitt í þessu rándi, algjörlega magnaður í þessu leik. Sama uppskrift og í fyrsta pistól, deyr 1 hjá Þór. 10-3. Þvílík skot hjá Dabbe. Já, þvílík skot hjá Dabbe, það hárrétt. Insta kaupir M4, það sko rosalega mikið sjálfstraust á þessum leikmenni akkurat núna. Já. Smoke. Stiga væntanlega. Já, virðist vera. Og það bara 5. Það A-Rush með bara P250, það engin A. En þeir eru að flass ódæg. Þeir eru ennþá upp í 5 og þeir eiga vatnið. Þetta já, ekki góð aðstæða. Blikk með þessa mjög ánægður að pikka upp hérna uspuna og skjótur henni. Rafle til aðstöðar. Þetta bara grænt á þessara MP9. Jep, Blikka statpata hérna alveg 99. Gjörsamlega búin að vera frábær. 11-3. Þetta virðist vera. Já, þeir ætla að halda MP9-num. Halda MP9-num, takk eitt Famas, það AK hinum einn. Þetta gæti verið áhugavert ef að Hyper ná að púsla saman gunroundunum. Náttúrulega bónusrándið á Þórsturum akkur núna að þeir púla þarna utilinu sínu. Þetta geggja flass þarna Drjóli í stökustu vandræðum. Og Blikk nær fragginu, sukk þar á bakka hérna. Hann dauður, hann á 16. Nei, þeir fara ekki áfram, ok. Ef þeir hefðu vita hversu lóðir settan þá hefði MP9 einn alltaf hlaupið þarna, skotið inn í mérskilin á honum. Þeir eru svona að smóka Bielobi Terror, þeir eru búin að boxa inn gjössamlega. Mappið er ansi lítið fyrir Hyper hérna. Peter fær AK-inn, Blikk komur á MP9 og já, eins og þú segir, það er búin að boxa á eini staðinu sem er svona þægilegur fyrir að sækja í miðjan. En já, þar er Rafle aftalega með MP9 og eru 2 á A-inu. Þetta er mjög þægilegt. Já, Sukk leitaði inn í mitt. Sáum þetta líka hjá Aurora, í Aurora-leiknum. Kiro væntanlega að fara að exeka það inn. Hann gerir það, smókar Heaven, bara smók eins og það er. Hérna vantar hauskot. Úf, Pandas, Pandas splittaði. Vá, ógeðslega góður molli hjá Pandas. Splitta þarna sókninni og Kiro nær einum tilbaka en hann er al-einn og lítið sem hann getur gert í þessu. Þetta er svo geðveikur molli hjá Pandas, hann tímastendingir hann með fullkomið. Það er 1 komið fram af við hann, þannig að hann fer í gegn. Hinir, þetta er CT-molli. Bara, farið í gegn. Nú segi ég bara, kenni ég aftur hérna, þú ættilega bara að fara í gegn, sko. Þú ætti bara að hlaupa því að hann tekur svo lítið í staðan fyrir að skilja vininn eftir og þegar líka koma frá þyrstinum, þeir verða bara að fara í gegn hann, hinir 2 sem lenda bakvið. Það er bara, já, það þarf að vera þannig að þeir farið þannig eftir honum og reyna að treyta þetta, en með því að gera það ekki þá lítur þetta rosalega vel út í Pandas. Hann gjörsamlega, hann splittar í tekur killið og snýsir við og tekur líka þriska, hann gerir í rauninni allt til að stoppa þarna pushið. Og það var í rauninni bara 5v4, þannig að það var séns fyrir Hyper. Og koma þessi double flush sem við töluðum á móti Dusty. Ná að Grena. Þetta er svo fallegt hjá þeim, þeir halda bara áfram að fæta. Ég held, er ekki bjeka inn að flassa? Það gæti bara. Við sáum það að þeir gerðu það seinast. Já. Þessi backup-flassa, þeir eru með það flassa á lag. Þetta voru 3 eða 4 flöss nefnilega þarna, sko. Þetta voru svona reyn flöss þarna fyrir ofan, þannig að þeir bara fæsuðu, sko. Dabbe er flasslaus, hann er að spila A-ið. Nei, hann er B-ið. Já, ég er alveg nokkuð vissum að Dabbe hafi hent einu flassi þarna með hjá þeim. Og Dabbe spila bara tengið, gefur þarna dálítið endurins inn á B-ið, en hérna þetta er líklega senasta rándi hér. Það er ekki mikið sem að þeir hafa upp á að bjóða hér. Já, þó er líka búin að vera góður myndi hérna því í þess að við ekki að, þeir eru ekki að þróa, þeir eru myndi flassa út, þeir eru rosalega, þeir eru ekki að fíblast neitt, sko, og það er Hyper má alls ekki við. Þessi bomban. Þetta er ótrúlegt. Líkur á 13-3 hér nema Drjóli gera eitthvað algjörlega sem að enginn hefur náð að gera hingað til. Og hann lúrir hérna, leitur aðeins hraðast hér og Pandas klárar þetta. 12-3, sama skora á móti Dusty. Já, það er engin munur á Dusty og Hyper. Já. Þeir, sko, já, þetta var mjög one-sided.
Þú varst að fylla á mjölkina það? Auðvitað. Já. Kláraði hann leikmanni. Good man. Sko, þetta var bara algjör stöppun. Það bara þannig, þetta var... Við erum líklegast að fá einn af ójöfnustu leikjunum hérna í þessum undanúrslitum af því að Hyper er að overperforma mest í mótinu og Þórsararnir eru bara eins og við höfum talað og munum talum, þeir eru bara ofboðslega sterkir. Þannig að þetta var bara gjörð rúst og bara svipað Anubis-leiknum á móti Dusty við tölum. Þeir voru með þessi play, þessi B-útplay, þetta er rókislega vel tímasett þessi flöst, þeir grípa alltaf, gæjana þannig að þetta, já, tímasettingin er frábæra á þessu, leyeringin á flöstunum í mitt, minnst þetta frábært hvernig þeir gerir þetta flash frá B-in er óbúslega smart move. Þannig að bara, já, huge props á Þórsararna. Ég má ekki tala svona vel um þá. Þetta er sko eitt sem er samt ógeðslega áhugavert við þetta sem við erum búin að benda á núna í senastu 2 leikjum hjá Þórsurum bæði á móti Dusty og núna í Anubis á móti Hyper. Það er, þetta er eins og að fara á góðan veitingastað og fá góðan rétt. Það eru layers á öllu bragðinu sem þú færð þarna og þú ert bara, wow, þið eru búin að pæla í þessu og það er bara matriða onni okkur bara frábært, bara T-side og C-side. Algjörlega búin að vera mjög góðir. Lítið að segja um leik. Nei, lítið að segja um leik, en það er annar leikur sem við þurfum að minnast á og það er gjafaleikurinn. Þeir sem að ætla að mæta Ekki mæta, þannig að við vinnum. Já. Ekki mæta, alls ekki mæta. Það er ógeðslega mikið í boði sem við getum fengið. Það eru 2 skjáir frá Lenovo, 240 Hz, það eru músamottur, það er swag frá Elko sem að alveg, þetta er dýrt swag sko. Þetta er dýrt swag. Alvöru gjafaleikur. Já, alvöru gjafaleikur, hvað meira? Ég er með kassa músamottum, ég er með 2 skjái, hvað meira? Já, það eru skinn frá Arena. Og mjólkurbað. Við böðum einhvern upp á mjólk. Já, það verður mjólkumeistarinn, einhver sem að MVP-in sjálfur verður tekinn og alveg skýrður upp úr einhverju mjólk. En það er lítið annað þetta að segja. Við erum hins vegar að fara yfir í train eftir smástund. Seinasta mappið sem að Þór töpuðu. Við erum að fara inn í hérna. Já, þetta verður loksins. Það er the ultimate test. Hver nær að brjóta stríkið hjá Þór? Er það Hyper enn og aftur sem ná að sigra train á móti Þór? Sjáum við eftir smá, en fyrst nokkru auglýsingar. Það eru þetta allir góðir með mjólk. Því mjólk er góð. Sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi. Það eru þetta allir góðir með mjólk. Því mjólk er góð.
Velkomin aftur, Þórsarar konu með aðra hendi inn í úrslitaleikin akkurat núna, búin að sigra Anubis, stúta Anubis og já, þú sem Þórsari náttúrulega gríðarlega ánægði með það, en ég ætla að minnast á það er Red Bull Awards showið. Við gerðum það ekki áðan, við gerðum það fyrir útsendinguna og já, hérna eru þessir glæsilegu gripir sem að já, lið og leikmenn munu berjast að vera liðið MVP-in, vappin, bjartasta vonin og besti ræflerinn. Svona gegnum tíðina þá hefur þetta þannig verið bara mjög vel aðsótt hérna á úrslitakvöldin okkar og vonum að það verði ekki breyting á. En við erum að fara yfir í train. Þú snertir mikið á þessu, þú ert náttúrulega mjög ánægður að hafa unnið Þór á sínum tíma. Ég vil halda þessu stríki eða bara til æviloka náttúrulega. Já. Bara seinast sem þið töpuð fyrir, Jú, það er Jói Sjæn. Sjansinn, er þetta besti sjansinn fyrir Hyper? Já, þú veist, þeir hafa unnið einu sinni, basically, og hafa pikka, þetta er mappi sem hefur bara verið í púlunum að pikka það, þeir eru búin að vinna í gegnum mótið, ekki við sko taplausir í því, ég er ekki með þannig, þeir hafa alveg tapa líka möppum og svona, en algjörlega, þetta er líklegast besti sjansinn sem þeir fá hérna og Þórsararnir er ekki með, Þórsararnir eru aldrei pikkatrein, þeir leyfa öðrum að pikka það, en það er ekki eitt af 2 eða 3 pikkonum þeirra, sko, það er svona liðurist þeirra 4. mappi í púlunum þeirra. Töpuðu við á móti Víe 13-10 í þá í play-ins. Já, í fyrri sviss, já, einmitt. Þeir hafa þá væntanlega örugglega fengið að spila aftur þá og unnið þá í seinni, einmitt núna seinast. Já, mér sýnist þeir hafa unnið 16-14 á móti Víe. Já, OT. Já, rétt, ég skoða þetta. Þeir unnaði OT einmitt í train, þannig að já. Þeir eru, train þú veist, þar vinna einmitt leik sem að voru underdoggi og þannig að hérna er sjansinn þeirra kannski. Vonandi sjansinn til að lengja leika og fá að sjá meira af þessu, en ég held að Þórsarar byrja náttúrulega í síti líka, það er ekki gleymast. Það er bras, en þeir ætla að koma hérna á Ivy, Long. Sko, Ninja tók 0, hann er á Ivy-inu. Þetta er þetta geggja skinn á klokkuna, ég hef ekki séð þetta. Þetta er eitthvað klæni. Stöffið á Longina er 1 inni, 6-an, drjóli. Lappar með P250, það er að leita, ok, hann er að leita með P250, hann mun líklegast vera fyrsta kontakt, þú sjáum að það er enginn á Ivy hérna. Nei. Vá hvað Þórsararnir halda mikið þessi inni, þetta er alveg... Þeir eru búin að róta þetta 4. leikmanninn minn. Já, spes. Það er sko 1 stykki rafle inn í kompu og ef þeir komast einhvern veginn hérna í bak inni, þá það er vesen. Það er alvöru vesen. Já, Rafli heyri þetta og ætti að komsa, þeir eru komnir út Ivy, þeir eru komnir út allt. Rafli mjög snirtilegt sko þarna og þetta séði pressu. Já, þetta sko, Hyper gerðu bara ofbóðslega, mjög hrjóðnus pistól, en að láta það bara algjörlega við halda típist að það sé vera að lappa inni þegar það gerist ekkert á mappinu. Þetta verður samt að fara hjá Drjóla, Blikk komið annan og þá er Kíró og Sukk. Sá báða, vita báðum. Alvöru tvíeki hérna vissulega, en það er ekki verið að hitta skotunum sínum og Sukk á 1 eftir þarf að sækja, en lítið kom ekki vörnum við. Þessir crucial fightar, hann breytti hann gerði báðleikum sér, hann breytti. Þetta er geðveikt. Þetta er það sem ég sá hann að gera. Ég sagði bakvið á hérna með sjá skjánum, sér bara svona rétt í leikinn. Ég sverti ykkur, þetta er bara eitt af uppáhaldshlutinu sem að leikmenn taka upp á, er að gera eitthvað svona fyndið. Já. Þetta er líka bara einn finnasti gæði sem ég veit sko. 1-0, bara cool pistolandi Hyper. Það var hérna mjög cool pælka því lengur sem að sýti hérna sjá ekki gæðin sem er að leita, það vinnur með þeim hérna, eins og ótrúlega að segja. Kíkir enginn uppi, auðvitað kíkir einhver inni, þá sjá þeir að þetta sé bara einn, fattakast sé bara einn eða þannig, en þeir ná einhvern veginn akkurat þarna gluggan og þú sáum að Þórsararnir gáfu Ivy, þannig að þeir fengu algjörlega plantið þarna. Hyper kaupa hérna. Það er Sukk að spamma. Já. Þeir kunna. Já, þetta er náttúrulega fannst komið allt plássið í heiminum hérna. Snowy. Það er bara einum þetta tilbaka, Blikk alveg tilbúin að taka þennan fætt líka því að hann á popdog, hann á inni, hann á allt plássið. 1 AK og Drjóla hins vegar. Núna hættir hann að tjálsa. Já. Algjörlega vita af AK-num, vita þá af algjörðu fórsi hérna. Peter og Scout. Já. Svo sem ekki ókunnugur þessu vopni. Peter er eitt af bara algjörlega svona spesialista skátunum, hann er svona Lefluff og Furious. Alvöru svona skátspilarar.
Ekki sé Fluff-reyndar að hitta skátskoti sinni CSGO, sko. Nei, en hann var það góður í CSGO. Hann var unreal með þetta var skát í CSGO. fáránlegt unit. Já. En bara skát, ekki á vappa, alls ekki á vappa. Skátinn, við fáum að sjá nokkuð skot úr honum, klikkar á fyrsta, Grensan getur verið geggjuð. Gæti náðu einhverju skoti, Og takkaði. takkar. Já. Nú er hálfur, þetta er þægilegt fyrir Sítjana. Sítjarnir munu fá AK úr þessu, að þetta er Óli mun degið en nema það. Já, Píturinn er að öllum skátinu upp í AK, það er hansi stórt. Hvað mús ætli Pítur sé á núna? Það er spurning sem þú gæti spurt mig og ég myndi aldrei geta svarað, en nema ég hefði spurt hann í dag hvaða mús ætlar að spila með í kvöld. Seinast þegar ég vissi var hann á Lamsu Maya Já, og var hann búinn að vera á henni í svona tíma, en þá hlýtur hann að vera búinn að skipta, sko. Já. Hann hérna, en við vorum mjög mikið saman í þessu, keypt mús af hver öðrum, fram og tilbaka mikið, alltaf með svona það. En nú er ég hættur. Minn endgame kom, wireless FK2, var þetta bara búið. Þú getur síðan á stríminu mínu, ég er með kamera á henni. Geggjaði, ég elska svona endgame, sko. Þetta er eitthvað sem ég held að vera útdautt. Að pússa þarna upp, svona hratt. Nei, þetta er nefnilega í þessu mappi, þá er þetta mikið meta. Af því að, þú getur hent flössum upp sem eru öll sterk. Og þetta. Já. Og M4A4 alveg að gera sér stóran þarna. Nákvæmlega þetta crossfire er einmitt mjög meta í pro-spilum. Og að spila mikið bara, nánast sem sítið út með góð plays, þá getur þú flassað upp, þú sér það alltaf, ef hann kemst upp og kemst inn í rauða, þá ertu búin að loka inni og rauða á einum stað. Getur verið með crossfire í það sem hann er á móti hérna, þannig að já, þetta er mjög, og þú getur verið að henda smoke í einhvern gluggan sem lendir hérna í, Eternal Fire, Aurora-gæðin er tyrknesku, þeir voru mjög mikið að gera það, þeir voru svona eitt af fyrstu liðunum sem eru góður í train og þeir gerðu þetta mikið, í rauninni countera það hvað terrarnir getur tekið út í aggression, með þessu inni aggression, þeir geta rauninni bara blokkerað rauðastegun, sko. Sem er alltaf óþægilegur staður að hafa Sítjana á. Og þeir eru að gera þetta aftur, ok, tónsararnir eru geðveikir. Já, Og sukk þarna, nú Molli. Ég þarf að sýna þeim hvað hugmyndin er sturluð. Þeir henda smók upp í gluggan þarna sem möllettar niður og smókar mollan sem allir henda. Það henda allir mollanum upp í fjarkan. Ef að terrarnir hendunum hendunum aðeins og djúpt, þá möllettar smókin niður og drepur í mollanum. Þannig að þú getur pussað upp fjarkan án þess að smókin kofriði og sást mér þess að Rafli stóð þarna inn í smóknum framan við mollan. Þetta er alveg nördadót. Já, ég held að enginn væri, ég sá þetta hjá 3D Max gæjanum og mér fannst þetta geðvikt. Býtu, allir Pandas verði klíraður hérna út. Þeim gruna það allavega. Pandas allavega næri ekki neinum þarna, næri einu hauskoti, setur pressu á Dabbe að standa í báða lappirnar í Vietnam. Mollin ágætur en Dabbe gæti verið í frábæri stöðu hér. Pítur, smá gresjón á honum, smá leigir þarna á vörninni, stakkast upp tveir. Fallega gert þessir hypers, undirhandan í gegn, lapp í gegn, en hinir eru baka, þeir vita ekki að þeir eru komin í gegn, terrarnir eru svolítið faldir. Þeir gætu fengið eitt skot í hliðina en hins vegar, nei, þeir sjá þeir eru komin í Dabbe hér. Dabbe er low. Já, báðir hauslæðir, Dabbe með 2. Já, þetta er mjög cool. Þetta er algjörsunsi, þetta er mjög djúft sem það er sem bara sjá hann, smókin og áttaðu hvernig hann virkar og það er hægt að henda honum á mjög, terrarnir geta hent molla sem hann mun ekki drepi, eins og terrarnir gera þannig, henda honum aðeins og stutt. Þeir geta hent honum aðeins meira til hægra en hann næra drepi í honum, sko, en Rafli sá þessi, það er líka smá glitch í, þegar þú smókar molla, þá getur þú staðið svona rétt á milli. Já. Þú getur staðið hálfinn í smóknum þar sem þú sér, en mollin hann stóð basically í mollan. En svo sástu þegar hann bakkaði þá varð hann að fara í gegnum, þannig að hann fór svona blindanblett og dó af því, sko. Já. Grensur inni, Pítur núna. Dabbe er fallið, þetta var ömulegt spray hjá Pandas og núna geta þær ætt út rauðastegan. M4 kominn. Hefði. Rafli hittir hvorugu jútölinu. Grensan, sárt, flassið, hefði svo sem ekki gert rosalega mikið en 5 á 3 hérna og Hyper stoppa og Hyper þetta er súrt, smókurinn feilar. Flassið, já, hittir víst en smókurinn feilar og það er stórt, þetta er eini smókurinn sem þeir eiga.
ég hefði viljað nota hann þarna saman bara niður fjarkan. Þið getið farið 5 inn með smók niður fjarkan þar sem að þið viti að þið getið einangrað angulinn og já, ég hefði alltaf viljað sjá það gerast. Vappin þarf að hitta skotum hérna, Rafli í vestinni. Peter hins vegar alveg leysir alla pressu. En Sukk með tilbaka, setur þetta í blikk. Sukk one on one. Það er 20 ára aldur sem Cirka. En lætur vita sig þarna, Tekkan ekki góð í þessu reynsi. Og aldurinn reynslan að fara að segja til sín. Bríða þannig ekki upp á 10,5 hjá Blikk þarna og Sukk heldur betur, gerir sér mat úr þessu og Já. Blikk báðar hendur á haus þarna ósáttur með sig. Já, hann má alveg vera það þarna. Sukk ekki einu sinni að dundra niður hratt hann. Blikk fær fullt að sénsum á skjótan hann og veit upp á sig sökina þarna hann á að gera betur þarna. Það verður að segja stegis. En velgert hjá Sukk hann að vinna rándið. Flott hjá Hyper, það er alltaf spar. Já. Þetta er rétt hjá þér, umröðt spray hjá Pandasni rauða og bara lélega tekið á, lélegt þetta double push á þeim, en gaman að segja að sé að gera, þetta er líka mjög mikið, ef við 2 pussa þarna og svo 1 á móti rauðanum, eða 1 á móti inni sko. Sjáum hérna. Þetta mikið púður í að ná inni. Þetta er default, mjög standard svona default sem þú gerir. Hendi smók í 5, hendi móla í fjarka, greinar í 8 breiðholtið. Þú sér að þeir eru 2 þannig eiga breiðholtið. Það er rosalega sterkt því að það sem þú getur gert þar, með því að bugga, þá dregur eiginlega alltaf rótið. Já, en þegar fyrsta entrið þannig og Dabbi drefur báða þá er það bara skiptir ekki máli. Sko. Við státtum fyndi við CS, CSGO og CS2. Fasteignaverðið er mun hærra í Breiðholti í CS heldur en nokkuð tímann í alvörunni. Já, hárrétt. Mjög góð viðlíking hann á. Nei, Snjói algjörlega með buxurnar á hælunum þarna. Býst enga veginn við þessu. Dróli nær að skjóta þarna frá sér en þarna eru 3 leikmenn með buxurnar á hælunum. Já, mjög svona, einmitt, alveg laxadeisikul ránd þarna, hérna, meðan við hittar hann deðan þá fáið fætinn fyrir í rauðan á með tekkundar einangra, þarna er bara Dabbi bara aftar og svona bakar á fyrstu 2 sem kíkja og það var algjörlega svona rándi átti líklegast að vera sko einhvern svona pressa frá rauða og svo inni pressa að þeir voru 2 upp í breiðholtinu en það önrafilast mjög fljótt þegar rauða pikki drefið Henrietta, þetta er kona, sér það á hárunu. Stendur svona ó. Er þetta ekki rússneskt að? Þetta er rússneskt, nei, það geti þetta verið. Ég lesi þetta ekki svona tungumál, sko. Það er til, djöfull væri, veistu hvað er þetta skemmtilega sem ég get gert? Hvað? On Twitch og horfa á rússneska streamera einmitt, þú veist, þeir er endur bara, Kai og Súkegæðin og Donkan er það sjúklega góði, sko. Svo líka gæðin Lollipop 21K. Já. Gaman svona, gaman að horfa á hann, þessi rússar eru allir bara, þeir eru með þetta allir mjög góðir í síðan, spila mjög svona, alltaf gera alltaf í rauninni rétt, eða skilurðu, spila alltaf leikinn eins og átt eiginlega að spila, fara að henda stöf, gera sína hluti, skilur, það er enda mjög hátt í lög, sko, en það er, ég var ógeðslega til í að skilja rússneska sko, á þessum tímapunktum, vita hvernig er að tala og því að maður er heyrt að komsin í rússum séu mjög góð. Ætli þetta sé svona eitthvað sem hefur komið niður í gegnum þá bara Navi og Flipside Blade, það var að tala um að Blade og skýrði mappi í rauninni bara svona hnitum. Já, sektora. Já, svæðið heitir bara eitthvað svona B7 og það vita það bara allir í rússnesku á vissum svæðum. Já. Og svo notar svona overarching í hverju mappi sem er kallað alltaf sama cirka og þá er það alltaf, þú veist, þá sem er seinasti entrance á bombsite eða eitthvað svoleiðis, skilurðu. Þannig að B1 er bara seinasti entrance til þangur hérna á B og svo kannski er þetta einhvern svona tölu með þannig. Mjög svona einhvern veginn cool pæling sem að geti verið mjög náður að tilengja þarna getur skipt sköpum að vera með svona. Þetta var hásbreytt frá því að ganga hann upp en Drjóli gleypi grensu. Já. Ekki mikill ánægja á andlitinu á hannu þarna 40 sekúndur og hann er að fara að falla. Annar ránd í rauð sem að Drjóli er þarna að sækja sér einhver kill í loka ránsins, 1 eftir á móti 4 eða 5. Það er rauninni Þórsar verið að skrifa, maður heyrir hérna svona tikkljóð, það verið að skrifa í chat sko. Já. Það heyrir að, örgláð hann heyra það. 2 kill þar sem hann drefur einhvern í kompuni, ef hann drefur Pandas í bæði skipti, en Pandas pottið skrifaði eitthvað. Já, ég gæti alveg trúa því að hann sé ekkert að sitja á sínu, en hérna er Hyper bara aftur komið daldið bara bakið upp vekk. Já, algjörlega búið að vera svona 1
algjörlega skrapp í ránd og meðan að Þórsararnir við lúka bara ofboðslegan point. Var einmitt í terrinu sem að við bjuggum til leikinn okkar meira náðum að loka honum með 5 eða 6 rándum þar sem að við þeir voru óvanir í hvernig við spilum þá þeir eru búin að upptöta þessi hérna og Örli Molli í og það líka smók þannig að þeir eiga kompuna þeir eru að ná að einangra Hyper ofboðslega vel ef þú myndir skoða hérna hvar menn að deyja sem terrar menn að deyja ansi með lítið map-kontról þú séu heatmap á hversu mikið map-kontról liðinu eru búin að eiga þá það CT megin mjög mikið terrarnir hafa bara vall ég man bara vall eftir því að terrarnir hafa komið svo út í garðin nema pistónrándið og svo rándið þessi lörkvíkinu smókina annars hefur þetta verið eina rándisörinn og svo bara algjörlega stansaðir algjörlega á kverkunum á mappinu Dabbi náð þessu drepur sök engin í kompu skrítið að það sé ekki komið rotate inn í rauninni það búið að klíra út kompu núna drengir ok, þarna loksins kveikja þér Pítur er nýbúinn að rífra smókinn hendi flassi Pítur er náttúrulega spil þetta einstaklega vel Pítur veit hversu mikið hann á eyði bakkar og er bara aftanlega og það gerist ekki neitt þeir gefa plantið so what skiptir ekki máli, rándið er okkar Drjóli einn eftir það digla í höndunum með honum hittir þetta skoti en beint tilbaka blikk og þá 7-1 þetta er bara nákvæmlega svo þetta er bara nákvæmlega eins og þú ætti að spila einisetti já, skrítið samt hvað Þórsararnir voru lengi þú veist, strax og Dabbi drepur einn hann drepur líka sukk af bakka inn já hann eiginlega, þú veist, allavega einn er að, líka, hann pussaði hann Ævi okkur Ævi gæði hann ekki bakkaður já, Þórsararnir svona eins og hvort þeir venda vissu ekkert rauða hvort þeir halda þetta var eitthvað rauðaplega, geti verið en eins og Pítur sér þetta líklega bara rata strax og bara og hérna tendir stöffun í sinni niður frábæri legarinni, þú veist, bara flassaði og þeir koma það niður, tekur svo 2 þeir koma niður 7-1, Hyper náðins verið að kaupa hérna þeir plöntu og þeir voru ekki spar þarna þannig að þeir eru með ágætis buffer eftir kaupið hérna Leik komið línu núna inn í rauða og hérna geta náð frakki gerir það reyndar ekki, núna er í vesinni nær ekki frakkinu en hérna er hjálpin komin blikk hérna er hann að droppa og allan hann er til í fight núna er hann til í bardagan grípur enda flassið staur blindur en núna hendur inn til sjónina hausar Drjóla og allt í einu 3-3 Fantas í góðri stöðu hérna spreyja það fyrsta niður Fantas sá skuggan á setninga en hann veit að þetta eru 2 þeir vitum alla Þorinn átti honum Snjói gerir vel og Kíró hjálpar til og Pítur kemur í rotatið en hérna er annar rándið fyrir Hyper og þetta hérna getur þetta byrjað þessu þeir áttu buffer þannig að þeir eru fínan pening Þórsararnir eiga nefnilega pening þeir bara lifðu eitt þannig að algjörlega Hyper ef þeir taka rándið hérna þá eru þeir búin að setja Þórsararnir í spar og þá 7-3 og þeir eru bara 2 ránd eftir af hálfleiknum þannig að Hyper geta komið sér hérna er mjög svipað í terr ertu líklegast að leitast eftir þú veist 3-4 finnst mér kannski og hérna, 3-4 ertu svona sáttur, eða þú átt að geta snúið því við þetta er eiginlega ennþá síðlisett mapp og átt að gera alls konar í þannig að það er fróðan að sjá Þórsararnir að kaupa hérna 2 MP9 það fara báðar upp fjarkan 7 nær mollanum en þeir ná hins vegar að blokkar hann nú er spurning hvort sukk það er einn deyr Mikladokk treytar það Blikk er komin strax inn í rauða hann að setja pressa og nákvæmlega þetta er risa Blikk þetta er alveg sem ég sá hann bara vera í rauðunum og halda ekki alltaf báðin alltaf læg Pítur deyr Mikladokk heyri Blikk, já Hyper þeir taka þetta ránd nú líklegast þeir heyran, bomban heyran náður ekki að labba bara frýtt niður þeir heyrðan labba í burtu það er ennþá, þetta er þennan á plantinu snemma og það eru gæjar til að klippa rótið eina er að rauðistín er svolítið blindur þeim hérna og Blikk er búin að hlaupa í hring hann fór inn í rauða, út rauða niður aftur, hann heyrði steppið þetta er unreal að Blikk sem búin að fara þessa leið og endar á því líklegast að geta Drjóli hlýtur að flikast með þessu Drjóli er að gera það en Blikk heyrði í honum þannig að Blikk nær þetta fyrsta, núna setur þetta press og Dabbi nær vappanum þeir á 2 vapp, þeir vissi af honum þeir eru með kit á Dabbi Blikk æðir þetta niður nær ekki Ninjadokk, Dabbi gæti klárað þetta en hann er lár, vill ekki fara ekki smókin og þeir halda byssum hér, ná halda vappa fyrir Rafle sem hefur ekki við að hitta þessum krúsjál vappaspil. Hann fekk 2 sénsandi í rauða áðan í rándi sem verið með töp. Rándi undan þessu, þar sem hann fekk 2 sénsandi til að skjóta úr vappanum hann er algjörlega 7-3, Hyper einmitt hérna eru komni með smá foothold.
Hins vegar með þessu seifi þá mun því að það er Þór mun kaupa út hálfleikinn. Þór forsar hérna, eða hvað? Þeir eru með 2K. Jú. Já. Þeir droppa. Þeir eru unni rétt hjá þeim hérna. Þú veist, þeir eru það confident að þeir séu betri hérna þannig að þeir kaupa hérna. En þetta er algjörlega, þetta er leiðin fyrir Hyperin í leikinn. Já, algjörlega. Þetta gæti verið 7-5 ef þetta spilast rétt úr spilunum fyrir Hyper. Já, algjörlega. Og það er herdir á leiðin í Breiðholtið. Hérna bara beint niður fjarkan. Það er enginn til að taka mótið. MP9 gerir ekki raskat þarna, Rafle á vappanum, hann verður að gera eitthvað hér, hittir ekki skotinu, pressan er sett á Þór. Nei, hann er farin að halda, já þeir halda aftur, sem er svo sem rétt play hérna til þess að kaupa, en vá, alvöru kall hjá Snowy er á longinu. Já, þetta er skemmtilegt. Alvöru klippi rótið þarna, ég sá hann þegar í senast leikinn gerði þetta, hann hendur þessum smók þarna frá spóni sem lendir fyrir utan kompuna og hann er þá mjög aftarlega, fer þannig í æfið og þeir Snowy ætlar að vera erfiður við á. Rétt misti að dabbið hana sem að komið stoppsæn. 7-4 og aftur, Þór verða bara lélegt kaup í síðasta rándinu, en frábært kall hérna, vel lesi í leikinn, lesa peninginn. Ná hérna, hins vegar spurningin hvort að Pandas ná uppgjöld í AK. Nei. Dráfur Ninjadog hins vegar. Þetta var skemmtilegt flagg. MP9 á Pandas, Peter og Rafle eru low. Peter á vappa? Nei, droppar hann yfir á Rafle. Peter á Diglu, tekur Util, MP9. Nei, selur Digluna og væntanlega kaupir MP9. Full Util, þetta er skítakaup hjá Þór. Þetta er það. Eftir á móti eru Hyper hérna að dreifa sér og það hefur ekkert virkað neitt æðislega hjá þeim. Hingað til, þeir henda. Já, þeir hendu inn í smókn, þeir eru að feika inn í rösið. En Peter er langt fyrir framan og þeir eru að taka kompuna. Já, einmitt. Annar smókurinn í kompuna og Kiro, hann notar eitthvað Util, lætur vita af sér. Hverfur síðan ná í bombur, Rafle loksins hittir vappaskoti. Tveir inni og tveir eru að bústa, já, pósararnir eru komnir í rosalega flotta pósar hérna. Peter, flassi, flassar ekki. Rosalega skrítið flass, en ok. Lélegur smók hjá Hyper. Flassaður úr í genið smók, tekur Ninjadog og þá Kiro einn eftir undirhand flass. Kíkir hérna út, nei, kíkir ekki fjarkan, býður til flankinu. En þá er einn leikmaður í bak, Peter, og það er 8-4. Hársbreytt frá 7-5 þarna. Algjörlega, taka hann 3 ránd í röðu sem algjörlega hleypa þeim aðeins inn í leik. Hins vegar Þórsararnir hérna, pistólið setur þá í ofboðslega góða stöðu. Það geta snowballað þá, þannig að þetta er risastórt hérna að sýti pistólið fyrir Hyper til að koma sér inn í þetta. Aðeins tóku fótinn örlítið af bensíkjuna undir endan, já, bara hitta ekki skotum. Það var þarna rándið, þess að tapa móti spari einu sinni og svo rándið sem er vinnan í von, eða sem... En já, þá allan að förum við í pistolrándið og það hefst hér. Gæti verið að sjá Þór sigla öllum pistolrándurum sem gæti verið helvítið skemmtilegt statistics farandi inn í komið niður fjarskan hérna. Já, bakka aftur upp, væntanlega fara rauðastega með bombuna og kollapsa algjörlega á útisætið. Rafle reynir að finna eitthvað með þessar P250 en þeir eru vel staðsettir til að taka á móti þessu. Ninjadog og Suk bæta í, þá er Peter og Blik 1-2 eftir, köllum það bara Peter. Verður að finna einhver rosalega góð skot, en já, ég býst sterklega við því að Peter hafi ekki sigrað þetta ránd. Eða hann vann það sick. Já, hann var að labba í skotinu, en það kemur í ljós. Counter-terrorist wins. Counter-terrorist wins. Ok, make sense. Hann draf 2. Þeir voru í 4 raunin, eða ekki? Jú. Ok. Ekki málið. Peter náttúrulega er bara með ólíkindum hvernig getur komið sér í... Og svo er hann í kaupa hérna. Já. Það er sko, sem Hyper, þú vilt það í raun. Af því að þú veist, ef þið getur brunnið þetta ránd, þá er allt í hennu búin að setja peningin og Þór í leiðilega stöðu og sína þeim líka, Þórsararnir sína svolítið svona, þú veist, þeir halda þeir geti þetta, eða sérst.
Þeir eru, já, kaupinn, ég myndi spara með svona disrespect-merki. Ninja Dog tekur smókinn niður. Bratt inni, nær bara einum. Og þeir eru komnir upp í kompuna. Rótetið komið og hérna gera þið vel, ná 2 öðrum. Grensan, já, hún gerir alveg nóg til að taka raflega út, smókur eins og að komin. En þá Snowy 1 eftir og það rótetið hans. Það ekki búið að planta. Nei. Þannig að Dabbi í góðir stöðu, sant? Snowy ætti að búast við hún og sant. Snowy að henda öðrum einhverju whipsmók. Hann þarf að fara yfir line-upinn. Hann hendi nefnilega smókung sem lendi upp á rauða húsinu á hann, eða þækna hann. Já, nú bara hlæra þessu. Þetta ekki A? Henrietta A? Jú, þegar þú segir þetta geti verið, jú, A sem svona fámað. Við látum einhvern hérna, við þurfum kannski að fara bara inn í leikina eftir, sko. Já. Þetta á terraspóni, sjá það. Þórsararnir vinnir sér þetta ránd og þá erum við komnir í, hérna, þetta ránd hérna gæti í rauninu svo þessu úrskurðarleikin og Þórsararnir vinna, þá eru komið 10-5. Hyper verða eiginlega að spara þegar þeir forsa hérna og þeir eru forsa hérna með eina grenu, 1 smoke og upgradeið Pistols. Og Dabbi komið út. Dabbi fyrir slast þarna yfir, Molli aftast mómuleitina. Love this! Hann veit að hann að mollast. Dabbi fyrir utanum. Og hann komið með allt plássið í heiminum til að gera skaða. Komið með Kiro, Snowy. Það var glæsilegt skot hjá Sukkins-verð. En Markan höfði í hodn að taka. Hvað bomban? Já, bomban ennþá þarna. Okay. Þeir eru ekki að planta bombunni, sjá til. Sukk bara besti P250 spilarinn á serverinum. En já, Markan betra. 10-5, Sukk, hérna, Hyper þurfa að spara hérna 1900, 24 lúsbónus, þeir eru ekki 1, þeir eru ekki 3, þeir eru á 4K kaup eftir þetta ránd. Þórsararnir náðu hérna þessu öðru rándi eftir pistoli sem að í rauninni, eins og ég sagði fylgingin, Hyper hefði þurft að taka hérna kannski 6 í röð til að koma svona inn í leikin en Þórsararnir stoppuðu á markalega 10-5, Uspurspar og það splittað sér stoppar á bombulista stakk Pandas æðir hérna, hann leikmanni sem svo ótrúlega góður að taka fastingni í þessum leik. Peter opnar braggreikningin, Dabbi og Peter halda áfram og þá bara Sukk eftir. Þetta var einfalt 11-5 fyrir Þór núna. Líklega. Og hérna já, kaupa Hyper með 4-4 eiga ekkert stöf, þetta not looking good, bro. Já, verða að vinna þetta, bara verða að vinna þetta ránd. Verða þetta ránd, þetta stoppar. Pandas góðan á P90. Þetta inn. Eða kompa. Hann var út kompuna, sko. Já, hann í fremsta spóni. Hann með spónið, fessandinn, inn og Dabbi hendir flassi. Smókar eigin molla, Ninja Dog, hann tekin af P90 og hún æðir áfram. Ótrauð, mollin hittir ekki. Og Pandas bara heldur áfram. Hann komið 3. Það öllu júkili kastað. Pandas komið 4, Pandas komið 5. P90 ace fyrir 12. matchpoint. Það gerist. Já, eins og það 12-5. 12-5 og þeir eru bara að hlaupa með hann leikvinnur. Já, þetta var algjörlega eins og sem sögðum fyrir útsendingu, bara eins og við varum að búast. Þórslið bara ógeðslega gott, það bara ekkert hægt. Við getum ekkert verið það er erfitt að vera eitthvað að tala í kringu það, sko. Nei, það bara, ég myndi segja ábyggilega sterksta line uppi á Íslandi í dag. Það bara eiginlega... Líka bara að spila þannig, eins og pappirinn svo er bara líka að spila bara ofboðslega, við ógeðslega mikið að dýft í þeim. Það fjarkan hérna, Pandas, taka móla, ná að beita sér leiðarna, Sukk með 1 næra að halda lífi. Það rótið að leikmanna það yfir blikkfallin og þá Dabbi 1 eftir á móti 2. Það spurning, eru þeir að fara að klára þetta hérna? Nei, þeir eru alls ekki að fara að gera það. Þetta var helvíti bjartfínt. Já, að hann hleypur í gegnum allan mollan, leit í mollanum, það mesta damageið. Þannig svo Dabbi hefði getið fengið, sko, þetta var bara alveg þró. Já. Þegar frekar þeir bara ekkert að hlaupa. Var bomban hann bara hlaupa inn alltaf, hann vissi þeir búin að sá allir fjarkan en hann vissi heila að hann var ekki inn, ég veit ekki, skiptir ekki máli, það ætti ekki verið það þannig, vonum það allan ekki þeirra vegna, það væri alvöru saga. Pandas litar af Ace nr. 2.
þetta skipti úr kompu. Grensunar eru geggjar, Dabbe er on point en MP90 er ekki að fara að krækja í annað eist núna. Kiro er hins vegar bara á bak hér. Hyper með mjög flott jútil á móti rushinu, særði þetta mjög vel og Þórsararnir hendur eins og að smóka mollandi drafbjörnum en Þórsararnir vildu reyna úti rushið. Fær flass flassið, kemur honum út, eitthvað smók og þetta er fallegt jútil. Veitum báða. Rafli veitum báða, setur smókið niður. Komið 2, þarf Þórkiðna til að sigra rándið. Hvað pælið í hvert hann vilji fara? Sita báðir á sætin úti, báðir á lestinni. Já, spurningin er, ef Rafli kíkir frá æfinu, sér hann Dokk? Það er nefnilega... Hann er nefnilega svona næstuð í angólinu sem að... Já, sá hann droppa. Oh my god. Hlýtur að hafa síðan droppa. Hann gerði það, getur ekki vitað báðan, þeir lappa báðir inn í rauða, hann fer inn, það er endar sick. Já, Hyper eru í eiginlega... Þeir fara endur ekki lengra. Ef þeir væru komnir nær inni, þá hefði ég sagt, ef þeir myndu bara vera að lesa og lappa skilur núna inn, þá myndi ég segja að myndu vinna rándið. Því að Rafli plantar cirka núna. Nei, ok, Rafli leitar, hann þarf að bara út. Nei. Hann trúið ekki að fá inni frýtt. Hann gerir ekki, þeir eru, ef Hyper væru nær hérna, þá getur heyrt planti fyrr. Þeir þurfa að klíra úti. Nei, þeir heyra náttúrulega planti, ok. Þeir eru, Rafli, eiginlega. Snúi með kit. Finnst skrítið að þessi enginn komin út kompuna. Hann ætti samt að... Heyri þetta? Hann ætti að búast þeim báðum með það ekki. Heyrði það ekki? Það er það fyrsta og þetta er glæsilega gert hjá Rafle til að klára þetta. Og það er Þór sem að sigla sér í úrslitaleikin eftir þessa best of 3 seríu. En let's face it, Hyper, þeir voru konir í undanúrslita eins og við töluðum þeir voru mjög ánægðir með það. Það skildu sig fyrir Þór. Já, algjörlega. Þetta var bara nákvæmlega svo við máluðum þetta fyrirfram, þú veist, Hyper er búin að tannig sig upp. Formaði móturinn bara standa sig bara mjög vel, einmitt fara í trein og gefa þeim algjörlega á tímapunkt. Þetta var alveg touch and go, sko. Það þarf ekkert mörg ránd í viðbót sem að Hyper vinna sem að setja leikin í virkilegt uppná. Og eitt af því sem tölum að Þór er ekki búin að tapa mappi í 102 daga, þeir eru tvisvar búin að vinna 13-11, einu sinni overtime, restin er, þú veist, þeir eru ekki einu sinni að trýta einhverja línu að vera ofta að fara í einhverja tætt leiki. Þetta er bara að pussa Þór í 9+ ránd, það gera það bara fáir, sko. Já. Þannig að bara props á Hyperinn í trein og líta bara fínt út og bara geta unnið ofan á þetta. En Þórsararnir eru bara, eins og við talum allt mótið og munum tala að þeir eru bara sigurstranglegri beyond í allt bara. Þeir eru bara ofboðslega sigurstranglegri og líta vel út og það skiptir engu hvort að fyrir mér hvort að veka þess að fara á móti þeim, ég mun alltaf favora Þór bara, þeir eru líka að sýna mér svo mikið, þú veist, kem inn í þetta og við erum strax búin að tala mjög vel um það, þeir bara, svo bakka þeirra bara upp, þeir eru búin að impressa mig, miklu meira, þú veist, þegar ég fyrir að horfa á heilu leikin og sjá þá eru þeir að impressa mig, ég hef hort ofta á heila leiki með þeim, þú veist, náttúrulega oft bara spila, þeir eru mikið í útsendingum og maður horfir mikið á það, þau hefur ekki verið að kasta þannig, að þú veist, þeir eru bara með mjög mikla dýpt í leiknum sínu núna og bara líta mjög vel út og ég verði bara til í að sjá þá einmitt bara spila, ég verði til að sjá þá sjá hvort þeir getur spila á móti erlendu liðum og hvernig það myndi líta út, sko. Já, það væri mjög áhugavert út af því að ég finnst þið verið að spila rosalega nálagt þessu CS2 meta sem er í gangi eitthvað núna, þetta skemmtilegi svona shake and bake spilastíl. Algjörlega, mjög hrifin að hvernig þeir að spila og bara já, mjög flottir og fróðilegt að segja úrslita kvöldinu, stóra kvöldinu. Já, MVP. MVP. Ég hallast að einum og ég vonast til að þú nefnir hann. Var það ekki Blikk? Var ekki Brimir best? Dabbe gæti líka, já, en mér fannst Brimir örugglega eiga það. Jú, ég held að Brimir mér trein svona einhvern veginn, maður fylgst ekki jafn mikið en náði ekki einhvern veginn svona fylgjast með þessu þar, sko, þegar það var svona ekki kaos oft í gangi og svona öðruvísi skrappi, sko. Þannig að ég myndi líklega að setja þetta á Blikk, bara, hann var mjög góður í Anubis og Sítín jú, hann var mjög fínn. Mjög góður, ég held að Blikk sé MVP-inn minna. Já, síðan er Saga á móti Vega núna á 50-daginn. Það verður skemmtilegur leikur. Já, það verður mjög jafn leikur. Það er leikur sem ég myndi bara alls ekki geta sagt þér hvernig fyrr. Þú veist, bara 50-50 myndi ég segja algjörlega. Vega líklegast, þessi Vega-búnir eru betri, sína betri results eins og í seinasta móti, en Saga liti vel út í þessu móti, tóku Kanum 2-0
mjög öruglega og lítur bara mjög vel út með sterkan þryggjamanna ræflkjarna í Vissard, Viktor og Mozart, já. þannig að bara algjörlega það verður skemmtilegur. Minnum síðan líka á allt swagið sem við frá að gefa, músamottur, 2 skjáir, mjólkurbað, skinn frá Arena. Enginn að koma þannig að við fáum þetta. Já, nákvæmlega. En komið síðan þegar Red Bull Awards show þar sem við erum veluna bestu leikmenn. Við kannski segjum bara hvenær gefum við hennu búin, þá Þá má fólk koma. En takk hérlega fyrir kvöldið, æðislegur sigur hjá Þórsurum, þeir eru konur í úrslitaleikinn. Á fimmtudaginn þá er veka saga hver mætir Þór í úrslitum, ekki láta ykkur vanta þá og að sjálfsögðu úrslitakvöldið 30. og 1. maí. Við sjáumst þá hér niðri í Arena, en takk fyrir kvöldið.